Þetta var náttúrulega mjög svona high level og óskiljanlegt þegar maður kemur að þessu í fyrsta skipti, sko, hvað er eiginlega, hvað þýðir þetta og hvernig virkar þetta allt saman. Þannig að skulum við fara að skoða eins nánar þessa komponenta, en áður en við gerum það, skulum við bara skoða fyrsta dæmi sem sýnir bara aðeins svona hvernig þessi verkefni eru sett upp. Þannig að núna er ég hérna með þessi bara dæmi sem er í raun byggt á Create React App og keyrir í raun bara eins, nema það náttúrulega að gera npm install og svo npm start, npm install, npm start og þá er í raun þetta bara eins hérna, nema ég er búin að hérna strýpa út, mætti reynda að strýpa þetta út, ég veit ekki hvað, okkur þetta hérna þannig, svona og við höfum svo þetta index.js hérna sem að það þarf að gera og þetta er í raun, það er margt falið fyrir okkur hérna, hvað til dæmis lætur þannig import syntax virka. Þetta er ekki það sama og nota hérna, við þurfum ekki að vera með package.json hérna með type ES modules, það er ekki skilgreint. Það sem er í raun að gerast er í raun að það er þetta hérna React scripts sem er að fela alla flækjur fyrir okkur og er í raun, þegar við startum, gerum npm start, þá erum við að keyra þetta React scripts start og það hefur hérna bara í node modules, er svo hérna undir þessu React scripts einhvers staðar, það er allt magicið sko að gerast. Þá getur við verið tilbúin til okkur langur til að skoða það. Þá notum við þetta bara svona. Þannig að hérna er ég búin að setja inn ESLint config sem að extendar þetta React app. Þannig að þetta pikkar upp hvaða ESLint reglur við fáum. Og síðan það sem er bara að gerast hérna er að þegar þetta er komið, þá importum við hérna app. Þannig að hérna erum við að nota nákvæmlega sama syntax og við höfum verið að nota fyrir hérna ES modules í Node.js forritunum okkar. Þannig að við erum að sækja hérna úr sömu directory við erum í, erum að sækja app, nema hérna þurfum við ekki að nota .js, heldur er þetta ólíkt að því leyti. Þannig að við sækjum hérna app og þá importum við hérna default, þetta er með default export og það er þá í raun JSX component eða React component eða JSX element og við notum það svona sem bara element hérna. Þannig að við segjum með stórum staf út af því að þetta er React component, JSX element. Sendum það inn í React DOM sem renderar þetta og setur niðurstöðuna inn í þetta root. Þannig að það sem við höfum hérna í þessu app okkar er aftur, við importum React til þess að hérna, JSX virki. Síðan höfum við hérna, ég er með 2 komponentar sem ég bjó til og ég setti hérna sem heitir toggle.class og toggle.functional. Síðan er ég bara með einhvern JavaScript kóða. Þannig hérna er ég með einhvern streng sem heitir XSS út af því að hann inniheldur XSS möguleika. Ég er með einhverja mynd sem er einhver object sem hefur eitthvað url sem er með slóð á logo háskólans. Svo er ég með eitthvað hérna sem er nota react.create element sem er heading without JSX, þar sem ég er að reyna að búa til JSX element án þess að nota JSX og er þá sérlega að búa til þetta hérna. Og þegar ég núna keyri þetta, ég keyri hérna npm start, þá poppar upp þessi vefur með þessu og þá fáum við í raun þetta allt sem ég var að gera hérna. Þannig að við byrjum á að lesa hérna. Fyrsta línan er bara þessi hérna p-testing. Svo kemur þessi bracket hérna, 1, 2, 3, þannig að við skoðum hérna, þannig að við getum séð, ég get sett hérna 4, saveað og hún hotreloadar hérna og ég fæ 4. Þannig að hérna er svona fyrsta við getum gert þetta til þess að setja upp inn hvaða JavaScript kóða sem er. Þannig að þetta svipar til þess hvernig við vorum að nota hérna EJS templateinn, nema þetta er í raun allt mun meira blanda saman. Síðan getum við verið með bara einhverja hérna, eitthvað HTML element hérna. Og hérna getum við verið með data bar 303. Ég get farið núna hérna og inspekta elementi hérna. Stækkum þetta aðeins. Og þá er í raun hérna element valjúið á elementinu er í raun niðurstaðan úr því að keyra 303, keyra JavaScript segðuna hérna inni. Svo erum við comment hérna og þá get ég sett það inn í
JSX tréð með því að vera með það inn í bara þessum curly bracket syntax. Svo erum við hérna þennan XSS streng, hann er escapeaður hérna, þannig að við fáum hann bara hérna. Svo hér er ég með í raun bæði ESLint að segja mér hérna img elements must have an alt prop either with meaningful text or an empty string for decorative images, og í console fæ ég það sama hérna, fæ ég sömu villina. Þannig að þetta er partur af þessu verið að hjálpa okkur við að gera rétta hluti. Og síðan á samanskapi hérna ef ég gera einhverja villu, þá fæ ég hérna ESLint parsing villa, og ef ég gera einhverjar eitthvað hérna, við erum bara að reyna að muna hversu strikt þessar reglur eru. Það tryggur eitthvað hérna. Þetta er alltaf, en þetta er mjög rólegt ESLint reglusett í gangi hérna. Síðan er ég búinn að importa hérna þessum tveimur komponentum hérna, sama komponentum, annars skrifaði sem class og hinn skrifaði sem functional. Og ég get gert bara hérna named import og ég get aliasað þau í eitthvað nýtt, þau heita bæði toggle hérna. Og svo er ég með þetta svona, og núna get ég ítt hérna og þá er þetta takka sem að skipta stöðu eftir því sem ég klikka á þá. Og þá getum við hort á hérna hvað gerist. Ég íti á on og textin bara breytist hérna inn í. Þannig að React sér það að breyta hvað snýst hérna, hvað er skrifað út. Og ef við gerum núna svona, notum lítið C, þá fáum við villu hérna, class toggle is defined but never used, og svo hérna, ef við gerum þetta hérna uppi, gerum þetta svona, þá fáum við villu, class toggle is unrecognized in this browser. If you meant to render a React component, start its name with an uppercase letter. Þá fáum við hérna appdiv, class toggle, appdiv, class toggle hérna. Þannig að við fáum í raun leiðina að villin okkar og við getum farið og leiðrið hana. Þannig að þetta svona reynir að hjálpa okkur að gera það sem gera rétt. Þannig að ef við höldum áfram, hleypa greiðið hundinum hinn inn. Ef við höldum áfram og skoðum það aðeins nánar hvað þetta er, að það að búa til viðmótið okkar í þessum komponentum, eins og hérna, ég er að importa þessum komponentum hérna, leyfir mér að skipta því upp í sér hlut, þar sem ég get hugsað bara hérna takka sem á að geta togglað milli on og off, og hann er bara hér. Það er ekkert í raun, það skiptir einhver máli hvað eitthvað annað er að gerast. Ég get séð hann hérna og ég get forritað hann hér og svo get ég notað hann hér. Og þetta er mjög sterkt hugtak sem að virka bara rosalega vel í praxís. Og það sem að þessi komponentar eru í raun bara, þeir eru bara föll, þeir taka við props, þessum propertyum, og þeir skila React elementum. Og það er bara nákvæmlega það sem þessi functional komponentar eru. Þeir eru bara bókstaflega föll sem skila React komponentum í gegnum JSX hér. Og þegar við skilgjum þessu með function, þá er þetta kallað functional component og sem skila elementi með return, eða ef við notum class, þá skilum við elementi gegnum return í renderfalli og köllum þá class komponenta. Og senstu nokkur ár þá hafa functional components tekið mikið yfir af því að það bættist við í leið til að láta þá hafa state og hafa aðra virkni sem var áður bara hægt að gera með class komponentum. En það þýðir að við getum gert allt í þessum functional components. Og ástæðan fyrir því að við reynum að nota þá frekar, að byrjum að nota þá, er í raun að þeir eru yfirleitt einfaldari. Það er bara færri línur að kóða og sem þýðir þá yfirleitt að þeir eru læsilegri. Og að þeir nota ekki this þegar þeir eru að vísa á milli falla. Og ef við munum náttúrulega hvernig this haga sér, að þá er það afskaplega alls konar og það getur í raun, það er svona auðveld leið til að búa til bugga. Og með þessum React hooks sem komu núna árið 2019, í React 6.18, að þá getum við gert allt það sama í functional components og við getum gert í class components.
Þannig að þetta functional components og þetta sami komponentin skrifað sem class. Þannig að við sjáum í raun munin hérna, við fáum explicitly in props, hérna koma þær implicitly í gegnum í raun bara hvernig React virkar og við getum beint gert return en hérna þurfum við í raun að vera með render sem skilar. Þannig að þetta náttúrulega mjög contrived dæmi en sýnir samt í raun stóran part af því hvað gott við það að nota functional components. En síðan þegar við notum þá í praxís, annars staðar í forritun okkar, þá hafa þeir sama interfaceið. Þeir eru báðir notaðir sem React element sem taka við props sem að birta síðan HTML-ið. Og ef við erum að nota React element í JSX þá eru attribútin sendin sem prop og þetta bara svona smá fyrir svona þægindin og bara þegar við erum að skrifa svona mikið þá gott að setja bara hvert og eitt í sér línu þar sem að þetta getur oft erum við að senda mikið af upplýsingum á milli komponenta og þá verður þetta í raun læsilegri leið þar. En skilagildi komponentina, eins og ég sagði áðan, þau geta skilað þetta elementi en þau geta líka skilað bara fylki af elementum eða JSX-sæðum og þau geta skilað false gildum sem þýðir þá í raun að það verður ekkert skrifað í DOM-ið. Þannig að við getum í raun verið með komponent og eitthvað kemur upp á og hann hefur ekki gögnin sem það þarf til þess að teikna neitt eða skila neinu, þá getur bara skilað null og þá hann bara ekki teiknaður í DOM-inu eða skrifaður út í DOM-ið. Þannig að við getum skrifað eitthvað svona þar sem við erum að skila bara beint tveimur elementum án þess að hafa eitthvað elementu utan þau og þá verður það verið inn í fylki af því þau raun að verða að hafa eitthvað sem containar þau hvort sem að það í raun fylki þarna eða eitthvað parent element. Við sáum svolítið eftir akkur þetta með skila viðvörun. Síðan getum við unnið með þessi fylki í komponentunum og ídrað út hvað inniheldur í þeim en alltaf þegar við erum að gera þetta við erum að vinna með lista af hlutum að þá þetta eitt af því sem við verðum að gera til þess að reconciliation algoritmin virki og virki hratt það að við verðum að segja React hvað hvað. Þannig að við verðum að lista út nöfnum af fréttum eða fólki eða skráningum að þá þurfum við að segja þessi skráning hún með þennan key sem eitthvað einstakt gildi og þá getur React þarf ekki að horfa á allt elementið heldur horfa bara á lykilinn. Ef lykillinn hefur breyst þá renderar það út aftur það sem það þarf að gera. Ef hann hefur ekki breyst þá lætur hann elementið vera og skiptir því ekki út. Og þetta ætti að vera einstakt gildi en ef við höfum það ekki þá getum við nota bara indexið af fylkinu þar sem það yfirleitt nógu gott. Þannig að við erum með einhvern lista af einhverjum tölum, við viljum ídra þær út og þá getum við sett töluna sjálfa sem lykil eða við getum sett komma i og haft i inni. En svo getum við líka búið til fragment sem þá í raun svona placeholder element sem í raun sem að React renderar ekki út sem neitt og þá það í raun þetta react.fragment eða hreinlega bara tóma elementið og þá mun þetta í raun skila öllu því sem inni í sér en það mun ekki búa til neitt container utan það. Og þetta getur til dæmis þá verið ef við ætlum að búa til einhverja abstraction, við ætlum að búa til einhvern component sem leikur að búa til töflu sem tekur bara við gögnum og við búum einhvern veginn til töflun okkar að þá getum við haft einhverja columns en innan columns þá náttúrulega megum við ekki vera með neitt annað parent því þá munum við brjóta semantíkina í töflu elementinu þannig að þá getum við skilað fragmenti sem að heldur þá utanum í raun alla datasetningar okkar. Svo við getum ekki verið með eitthvað div hér af því þá myndi í raun taflan okkar skrifast vitlaust út. Og svo annar kostur við það að vera með deklaratíft API og nota þessa komponenta það að þegar við erum búin að skrifa einhvern komponent einu sinni þá ekkert að stoppa ykkur í því að nota hann bara aftur og aftur og aftur. Og þá getum við í raun í staðinn fyrir það að vera að búa til blue button, red button, yellow button eða alert button, submit button, general button
þá getum við bara verið með einn takka sem tekur við proppi sem segir til hvernig að ná að haga sér. Þannig við getum í raun verið með sama komponentinn sem tekur við mismunandi gögnum og skilur þá einhverju svona variationum á sjálfum sér. Og svo getur þessi komponentar innihalda komponenta sem innihalda komponenta og þannig í raun getum við svona unnið á mjög þægilegu abstraction leveli sem við munum sjá svona, sem tekur smá tíma að koma svona þessi hugsunargangur en við munum taka dæmi í næsta tíma sem að ætta hjálpa við það að skilja hvernig við getum gert þetta. Og þetta í raun algeng mistök í byrjun er að reyna að skrifa of stóra komponenta að þegar kostnaðurinn við það að búið komponent er í raun engin í React. Jú, hann er einhver en hann er rosalega lítill og kosturinn er yfirleitt meiri en það að reyna að halda þessu öllu saman. Ef eitthvað er orðið flókið, þá er bara einfaldlega að búa til nýjan komponent og þá getum við fært flækjustigið eða skipt því upp. Við getum í staðan fyrir að reyna að leysa allt í einum komponent, getum við leyst parta af vandamálunum eða verkefninu í öðrum komponentum og nota svona eitthvað foreldriskomponent sem að púsla þessu öllu saman. Svo eins og við höfum séð hérna í Create React App, þá er svona eitt app komponent sem er svona utanum allt, sem er þá í raun svona eins og mainfallið okkar. Það tekur upp og sér að stilla allt forritið okkar. Og þá er það oft, gerir alls konar hluti. Þannig að við erum með við sem á að vera þetta þýða, þá setjum við þýðinguna í þetta efsta lag og það heldur utanum allt síðan sem er fyrir neðan í trénu. Og það getur þá og það getur líka leyft okkur að gera svona hluti svo gert page transitioner, þannig að við erum með eina síðu og vil transitionin yfir í aðra síðu, þá getum við gert það í þessu app leveli. Þessum núna er ég að birta þessa síðu, ég vil byrja ykkur aðra síðu, þá getum ég láta þessa síðu fara út og hina síðan að koma inn. Og þá er það eitthvað svona app og þá getur það verið með bæði bara meginmáliðin í body og við erum þá með eitthvað eins og í Create React App. Við erum með eitthvað index.html sem heldur síðan utanum CSS-ið og allt það, eða þá við getum hreinlega að teikna bara allt frá HTML, head og body inn í þennan komponent. Og þannig er það gert í Next.js en í Create React App þá erum við að gera þetta svona þar sem við erum að skila bara body efnin okkar. Síðan getum við líka verið að gera alls konar svona conditional rendering sem er svona bread and butter í þessu, að við erum bara eitthvað, ef þetta er svona þá ætlum ég rendera þetta, annars ætlum ég rendera hitt. Og það eru nokkra leiðir sem við getum notað. Við getum notað flæðistýringar, við getum sett element í breytu eða við getum notast okkur svona short circuiting og ternary virkjan. Þetta er yfirleitt það sem maður notar og með því að brjóta bara hlutinu upp í fleiri komponenta þá virkar þetta frekar vel. Þannig að við getum verið með eitthvað svona að við viljum hafa eitthvað innskráningar upplýsingar notanda efst í hausnum eða einhvers staðar á höfnum okkar og við getum þá verið með eitthvað prop sem að app komponentur og sér athuga, er viðkomandi loggaður inn, ég þarf að athuga hérna þetta. Ef að viðkomandi loggar inn, þá sendi ég hérna is logged in sem true og þá skilum við user greeting, annars segjum við guest greeting og þá getur það verið með, það renderar út enn fleiri element sem er eitthvað register eða eitthvað svona, þá menn þetta hérna renderar út eitthvað logout, velkomin, halló, Jón, eitthvað. Og svo getum við gert þetta flóknara, þar sem við getum í einhverjum login komponent getum við verið með annarkvort login eða logout button, þannig þá getum við geymt í raun komponentana sem eiga við hvort heldur sem er ég loggar inn eða ekki í breytu og byrt síðan breytuna bara með því að nota curly brackets í trénu okkar. Og síðan getum við athugað hérna, nú viljum við þegar þú ert búin að loggað inn, þá vil ég sýna hvað þú átt mörg skilaboð í pósthólfinu. Að þá get ég athugað, eru skilaboðin í pósthólfinu sem eru ólesin, er lengdin af þeim stærri en 0. Ef að þetta er true, þá notum við short circuiting hérna sem segir þá er true, þá í value veitum við næsta expression
næsta expression er JSX expression sem er þá í raun bara renderað út í DOM-ið. Ef þetta er false þá er það nóg til þess að segja í raun að þessi hérna, öll þessi segð er false og þá mun þetta render út bara sem false, allt sem er hérna innan. Og eins og við sáum á það, ef við renderum eitthvað út sem er false eða falsy, þá er það bara hreinlega ekki skrifað, þannig að þá verður þetta hérna í raun bara ekki skrifað út neitt fyrir þetta. Síðan getur við verið með ternary virkjan hérna, þar sem við getum sagt í raun the user is og þá hérna reyndar, þetta kannski bóltið að vera hérna inn í, en loggaður inn eða not logged in. Og ef við skoðum aðeins í praxis hvernig þetta lítur út og líka hvernig komponentir eru, þannig að við hoppum hérna yfir í annað dæmi og störtum því. Þá erum við með erum við með class component og functional component hérna sem eru nákvæmlega eins. Og við munum reyna alltaf að nota þessi hérna komponenta þó við skoðum aðeins í byrjun bara hvernig þetta er bæði sett upp. Síðan munum við sjá mun meira af þessum. Hérna getum við síðan skilað út fleiri en einu staki. Við getum skilað út tóma eða null komponentum. Við getum verið með töflu hérna sem skilar út einhverjum fragmentum og svo erum við hérna með einhverja tölur. Þannig að við byrjum að því að skoða eins hérna bara hvað gerist hérna með þetta welcome og þá erum við með hérna component hérna sem tekur inn props sem er með name og segir hello name. Þannig að ég get sagt hérna hello name Óli og þá kemur það og svo vil ég endurtaka þetta og ég vil segja skóli og núna til dæmis myndi ég vilja fara hérna inn og ég vil eitthvað breyta þessu, ég vil ekki að þetta sé hérna eitthvað hello, ég vil vera meira casual og segja hi og þá þarf ég bara að breyta þessu á einum stað. Þannig að abstractionin er það þegar ég er að gera welcome skilabúðin mín þá gerir ég það ekki welcome komponentin. Ef þau breytast þá breyti ég því bara á einum stað sem er í komponentin. Og þá breytist það alls þar sem þetta er notað. Svo þessi null component að þá sjáum við hérna, já, þú veist það náttúrulega sést ekkert hér, við þurfum að skoða í inspect element hvernig þetta er renderað út. Og þá erum við bara með þennan hello component hérna og það er ekkert annað sem birtist hérna. En nú er ég samt með React DevTools hérna og þá get ég farið og ég get séð hérna app komponentum minn. Stekkum þetta eins. Get ekki stekka textarinn í þessum. Hann virðir ekki þetta. Þá get ég séð hérna welcome komponentum minn og þá get ég séð hérna props, name, foo, rendered by, eitthvað hérna. Og svo er ég með null component og hann er hérna í JSX trénu en hann skilar engu út í DOM tréð. Síðan bætum við hérna welcome class görnum okkar. Þá bætist hann við hérna. Hann er í raun alveg eins og þessi. Svo bætum við hérna foobar. Þá núna fáum við villu hérna. Við erum reynda með nokkuð marga villur, en við gerum þetta aftur hérna. Each child in a list should have a unique key prop. See HTTPS read link warning keys. Og þá getum við lesið og fengið í raun útskýringu á því af hverju okkur vantar þetta. Og þá er það í raun til þess að reconciliationið virki, að þá þurfa þessi hérna báður að hafa eitthvað key. Þannig við erum með key hérna, þetta er bara 1 og 2. Og þá er þessu uppfyllt hérna. En ef ég hef hérna key 1 og þá fáum við aðra villu, þeir ætti að vera í raun unique. Og svo erum við með aftur þessi list items hérna og ef við skoðum svona, þá fáum við þau hérna og þau skila ekki núna villu út af því að við erum að setja key hérna, en ef ég fjarlægi hann og geri þetta, þá fæ ég aftur villu fyrir það hérna í öðru konteksti þar sem ég er að ídra út. Það er þetta, þegar við erum að ídra út elementum sem er að líta eins út, þá verður það að hafa key á þeim til að geta vita hvert er hvað.
Svo að lokum hérna erum við með table og þá erum við að nota þetta React fragment hérna til þess að geta byrt setjum við þetta hérna border 1 sjáum við hvað erum að vera hérna og þá getum við skoða hvað kemur út af þessu og þá er hérna tr, td, foo, td bar og til dæmis núna ef við vildum bæta við 3 röðum fleiri kolmum reyndar og þá getum við bara bætt við hérna og þá bætist þetta við og við erum bara að bæta við fleiri TDS hérna og þau eru renderast út hérna bara eins og þau séu all hlið við hlið en ég gæti verið að gera eitthvað hérna til þess að gera eitthvað abstraction ofan á það hvernig ég birti gögnin í töflunni en svo erum við með þessi conditional rendering dæmi þar sem við erum að fara bara og keyra þessi dæmi sem við vorum að sjá hérna á glærunum þá getum við séð svona heilt yfir hvað við getum breytt miklu í viðmótinu bara með því að breyta einu proppi sem í raun algjörlega breytir því hvernig appið okkar lítur út þannig að núna erum við hérna búin að rendera eitthvað út og við höfum hérna user is not logged in með eitthvað div sem segir hérna eitthvað please sign up, button, login, eitthvað en núna segir þess að notandinn er logged in og þá ætlum ég að breyta því bara með því að segja að þetta hérna er true þá get ég lesið þetta úr einhverju sem segir mér til hvort þú hefur verið búin að keyra eitthvað login fallamóti eitthvað fallamóti einhverju vefþjónustu þannig að við vitum að þú ert loggaður inn og þá segir þú ert loggaður inn og þá fær allt í einu allt annað viðmót þannig að þá færðu í raun þetta hérna ef ég loggaður inn þá fæ ég þetta mailbox þetta logged in verður öðruvísi login verður öðruvísi og þá getum við alltaf verið að breyta út frá því hvaða gögn er í gangi í vefnum okkar, hvernig útlitið okkar er. Já, það er algjörlega hægt að gera og þá getum við sagt hérna eitthvað þú átt einhver skilaboð og við getum hérna í staðan fyrir að gera þetta þá getum við bara gert hérna þá reyndar notum við ekki for loopur af því að við viljum gera þetta í segðum og for loopur eru ítrun í bara syntax þannig að við myndum segja hérna map message og við getum skrifa hérna út bara div key verður og þá getum við sagt hérna unread messages það er eitthvað sem við tókum inn sem einhver strengir hérna message number er svona og þessu viljum við skila þannig að við erum með svona og sjá, ég er ekki að gera vitleys við hérna jú, akkurat svona og þá fáum við hérna kannski myndum við vilja segja gera svona þá erum við með þessi hérna 2 message hugsalega myndi ég vilja gera þetta eitthvað flóknara ég myndi vilja segja að þetta sé bæði title og sender þannig ég geti verið að lesa þetta upp úr einhverju vefþjónustu já, hérna og þá getur ég sagt hérna message í staðan fyrir að segja þá getur ég sagt hérna bara message.title og hérna getur ég sagt það verður title hérna og þetta verður author message from það var ekki author, það var sender svona þannig að núna getur ég tekið við alls konar gögnum og ég getur byrt þau bara eins og ég vill hérna þannig að ég getur ídrað út og ég getur verið að búa til tiltölulega flókið UI hérna eða ég geti sagt núna ok, þetta er svolítið flókið hugsalega myndi ég vilja færa þetta yfir nýjan component sem heitir bara single message og það tekur við messageinu mínu
og það sér þá að birta allt sem ég vil hérna, þegar kannski vil ég stíla eitthvað til, ég vil hafa eitthvað CSS, ég vil láta eitthvað, og þannig get ég í raun abstrakta þetta yfir það að vera, hvar vill ég hafa flækjuna, hversu flókið þetta, þetta orðið svolítið flókið, ég ætla að búa til nýjan komponent sem sér þetta. Þannig að þetta eitthvað sem við munum sjá í næstu viku, í raun hvernig við getum búið til flókið UI og skipt flækjustigin okkar upp og púsla þessu svo saman. Það skín React mjög skert. Já, þannig að við skiptum svona. En þegar við erum að búa til React komponenta, þá erum við með þetta. Við erum að senda ykkur gögnin eins og þarna. Við erum að senda inn ykkur upplýsingar ykkur skeiti. Svo vil ég geta ítt á okkur takka sem segir skeitið á að verða, það lesið. Ok, ég er búinn að lesa. Ég vil ítt á hérna red takkan. Þannig að þá fer á því hérna það boldað eða unread statusin verður að red. Og þá það eitthvað sem við treatum ekki með propsum. Þegar propsin í raun read only og komponentinir ættu í raun að taka við einhverju prop og vera hreint fall miðað við propið. Þannig að fyrir sama propið þá kemur alltaf sama úttakið. Og þess vegna eigum við aldrei að breyta props inn í komponentinum. Við erum aldrei að gera einhverja breytingar eða lesa eitthvað úr environmentinu sem breytir propinu. Heldur í raun propin koma inn bara sem gögn sem við breytum ekki. Og ef við þurfum að breyta einhverju sem með innri stöðuna í komponentinum, þá notum við state sem við skoðum eftir. Síðan höfum við við höfum eitt sérstakt prop sem children propið sem að segja til þá í raun hvaða children hefur þetta element sem við erum að vinna með. Þannig að ef ég þá með eitthvað komponent og ég ekki bara að segja eitthvað svona self-closing, heldur ég með eitthvað komponent sem svona og hann tekur við einhverjum börnum, hvort sem það texti eða bara annað React element, jafnvel 3 af React elementum, að þá get ég líka unnið með það. Þannig að ég get búið til í raun komponent sem að lítur svona út. Ég get búið til bara eitthvað, ég vil núna vera með bara table hérna. Það með header og header hérna eitthvað með head. Og ég get í raun bara búið til nýja abstraction núna þá hvernig ég býti töflur. Ég fíla bara ekki hvernig table elementi virkar. Ég vil bara búið mig til eitt eigið abstraction fyrir það sem bara einhver React element. Og þá getum við notað children til þess að finna út úr því hvað var sendt inn og hvað í raun inn í elementinu mínu til þess að ég geti brugðist við og byrt það. Og þá getur það í raun verið margs konar. Það getur í raun verið undefined ef það bara engin börn. Það getur verið strengur ef það texti, object ef það bara eitt element sem hérna eitthvað annað element, eða það fylki eða array ef það fleiri en eitt element. Og til þess að geta áttu við öll þessi hérna case í einu, þá til hjálparfall sem heitir react.children sem að hjálpar okkur við þetta og leyfir okkur til dæmis að telja hvað eru mörg children. Þá passar það upp á það að fjarlæga undefined gildi úr, og ef að við til dæmis viljum alltaf bara athuga einhver börn eða einhver children, að við viljum þá ítri gegna þau, og ef að það ekki sendt neitt children og gildi undefined, þá viljum við ekki þurfa að gera hérna eitthvað if children þá þetta. Heldur getum við bara sagt hérna children to array og þá fáum við alltaf fylki úr þessu, hvort sem að við sendum eitt barn, þá sendum við strengur eða við sendum undefined, þá fáum við bara tómastrengin, tómafylkið, fylki með einu staki sem textaskeitið okkar eða fylki sem þá með objektunum okkar. Og svo ef við viljum ekki nota þetta children to array beint, þá getum við nota children map til þess að segja að bara yfir öll börnin þá vil ég gera eitthvað ákveðið hérna, birta þetta barn. Og þá þetta í raun til þess að við losnum við þetta að þurfa að vera sjálf að athuga hvort að gildin séu í raun fylki eða ekki. Já, við erum búin hérna. Síðan þegar við erum farin að skrifa komponenta sem að taka inn alls konar props, og propsin eru mismunandi, sum komponenti okkur takin strengi, önnur takin tölur, önnur takin lista af komponentum eða einhverja flóknari gagnarstruktúra í gegnum props, að þá viljum við fara að geta einhvern veginn skilgreint betur hvernig þessi props virka.
Við viljum í raun búa til einhvern kontrakt sem segir hérna, ok, þú ætlar að nota nýja fína table React komponentin minn, af því þú eins og ég fílar ekki hvernig table elementið virkar, en ef þú ætlar að nota það, þá þarf þetta að senda mér gögnin á þessu formi. Þegar þú sendir hérna inn í head, þá verður að senda mér sko fylki inn í prop sem heitir text, sem er fylki af strengjum, og það verða heading, það verða headingið á töflunni. Og svo þegar þú sendir mér inn hérna raðirnar, þá eru það children sem þú sendir inn í þessu hérna elementi. Og við getum í raun búið til þennan kontrakt á nokkra vegu, eða 2 vegu í raun og veru. Annar er að nota prop types, og svo hinn sem við skoðum þegar við fyrir að nota TypeScript er í raun að nota typing systemi í TypeScript til þess að skilgruna það. En þetta er í raun að veru bæði að leysa þetta verkefni, að taka ákveðin gögn og búa til typing, ekki vera með eitthvað svona dynamic typing eða eitthvað svona sem er fljótandi, þetta vera bara með explicit static typing á því hvað er að gerast. Og það er þá í raun hægt að nota þessi prop types með því að sækja prop types pakkan, og sá pakki leyfir okkur að fá svo type check á runtime í þróun. Þannig að þetta er ekki í raun compile check sem við fáum með TypeScript, heldur er þetta í raun í runtime. Þannig að þetta er raun keyrir og er að bera saman við það hvernig við lýsum gögnunum á meðan að forritið er að keyra og segja okkur ef eitthvað er eitthvað vitlaust. Og við skilgrunum þetta á annarkvort function eða class komponentin okkar, og þá matchar þetta við hvert og eitt prop og segir í raun þetta er propið name á að vera strengur og það á að vera required. Og þá segir React okkur ef einhver er að nota komponentin okkar án þess að uppfylla þetta, þá fáum við warning í keislu. Og það er náttúrulega til mikið, því að við getum verið með alls konar bara alla þá gagnastruktúra sem JavaScript styður þarna inni. Þannig að það er í raun stuðningur við það allt saman. Og ef við viljum eitthvað sé required, þá getum við endað á þessu is required. Þannig að þá lítur þetta, þetta er þessar típur sem við notum helst, en þetta lítur þá einhvern veginn svona út. Þannig að ég er með einhvern komponentin er með title, og það er einhvern óskilgreind hvernig hann á að vera. Hann á bara að vera eitthvað. Síðan er ég með type, sem er einhvern annarkort strengurinn foo eða strengurinn bar. Svo er ég með user, og það er shape, sem er einhver object sem hefur eitthvað ákveðið form, og formið á að vera þannig að það á að vera lykill sem heitir name, og það á að vera strengur, og það á að vera age sem er number. Síðan á að vera onClick, og það á að vera function. Og þannig er ég búin að skilgreina núna fyrir hennan component, að þetta er svona tekið við gögnum í gegnum attributin, eða gegnum propsin á þessum component. En síðan getum við líka skilgreint sjálfgefin gildi fyrir þessi props. Þannig að það hugsanlega verður ekkert að senda allt inn, en ef það er ekki sendið inn, þá vil ég hafa einhver svona same defaults, og þá getum við passað upp á að það sé alltaf einhver gildi í einhver props. Þannig að ef einhver sendi ekki inn fylki, þá ætla ég að hafa default gildið er bara tóma fylkið. Þannig að þá get ég í raun ídraði gegna það á þess að vera aðtuga hérna er fylki. Ok, já, það er hérna kontrakt, það er búið að segja hérna, það er annarkvort sendið inn fylki, ef það verður ekkert sendið inn, þá er þetta default tóma fylkið. Þá get ég ídraði gegna það. Og þá náttúrulega ef eitthvað er required, þá náttúrulega getur það ekki verið default af því að það er required. En þá getum við haft eitthvað svona að það er típan okkar default foo, userinn okkar er null, það er engin user, og onClick er bara no-op fallið. Og svo getum við sett þetta hérna svona til þæginda á class komponentin okkar, en við munum ekkert þurfa að skoða þetta neitt nánar, við munum ekkert þurfa að nota þetta að viti. Og ef við erum með functional komponenta, að þá er svona patternið yfirleitt að nota object destructuring í argumentlistunum sem kemur inn. Þannig að hérna kemur inn hlutur sem heitir props, sem að vera með key name, en ef við notum object destructuring, þá getum við destructure name strax yfir í breytinu name og gefið henni default gildi ef að name er undefined. Og með því að TypeScript er hægt og rólega núna senstu 2 ár bara búið að taka yfir allan JavaScript heiminn, svona bara mestuleyti, og þá hefur þetta þörfin fyrir þetta svolítið bara horfið,
út af því að TypeScript bara að gera nákvæmlega þetta, leyfa okkur að skilgreina typing system fyrir JavaScript kóðan okkar. Þannig að við sjáum það síðar, en ef við skoðum þá þessi tvö dæmi hérna með children og props, þetta ekki hlutur. Þannig að hérna getum við verið með einhverja komponenta, við erum með children og children's komponent og þau láta bara vita hvað þau hafa. Þannig að children segir bara hérna eitthvað, ég hef eitthvað children, þú veist það komin eitthvað children, þau eru af einhverju típu, eru þau array, hvaða gildi þeirra, og svo með children's þá eru þau að nota þetta react children to array til þess að segja okkur öll börnin sem eru og segja hversu mörg þau eru síðan hérna og ídra út börnunum. Þannig að ef við skoðum hvernig þetta kemur það út hérna fyrir fyrsta hérna, við erum með eitthvað, við erum að skoða hérna til þess að sjá allt sem er í gangi, að við fáum hérna inn í children ekkert barn, bara tóma hérna. Þá kemur undefined inn, það er ef það er bara ekkert barn, það er bara self-closing component. Það er ekki array og það hefur ekkert, value er undefined. Hérna höfum við tóma barnið og það lítur alveg eins út. Þannig að þetta hérna er semantically það sama, ekkert hérna á milli. En leið ég set bil hérna á milli, þá fæ ég bil sem barnið og þá er ekki með tóma barnið. Síðan fáum við hérna streng, síðan fáum við object og það er hérna, objectið er JavaScript representationið af React komponentum sem segir þá hérna eitthvað, þetta er React element, það er með eitthvað owner, það er með eitthvað source, það er með eitthvað props, eitthvað type og þetta er það sem internal gagnastruktúrin sem React notar síðan til þess að birta DOM elementi þegar við byggjum að þessi rendera sem DOM element. En þangað til er þetta, hvernig það er representað í þessu virtual DOM-i, í þessu JSX3. Síðan höfum við hérna array og það er array þá af svona objektum. Svo bara sama hérna fyrir neðan og þá erum við að ídra þetta út og gera eitthvað og græða með þetta. Síðan fyrir props. Þá erum við með hérna einhverja notendur, eitthvað sem við viljum, einhver fú, hræðilega skilgreint komponent hérna sem er að skrifa út þessar upplýsingar hérna og er síðan með einhver default gildi hér og skilgreinir síðan hérna hvernig prop-typin er að vera og síðan hérna erum við að nota þetta og uppfyllum þennan kontrakt sem leyfir þá okkur að búa til fleiri komponenta sem eru að nota þetta. Nema hérna til dæmis erum við að brjóta kontraktina þegar þessi notandi hérna sem er sendur inn í foo, ef við skoðum hér, hann á að vera með age sem á að vera number. Og þá segir það hérna failed prop type, invalid prop, user age of type string supplied to foo, expected number. Þannig að þarna erum við að fá þetta runtime type check. En það er samt sem að bara warning og runtime sem það er ekkert sem bannur okkur að bara setja þetta live og þá mun þetta warning hverfa í production en villan mun samt halda áfram. Og þá getum við gert áfram hérna og þá náttúrulega verður þetta, ég get bara búið til nokkra hérna aðra komponenta sem að gera eitthvað alls konar. Svo ef ég set hérna inn eitthvað 1 eða bara true og ég keyri þetta inn, þá fæ ég hérna fleiri villur á þetta en þetta er ekkert að stoppa neitt, þetta er samt sem að renderar út það sem ég sendi inn í þetta en það er á mig sem forritara að taka tillit til og hreinsa upp þetta hérna annarkvort voru þetta rangar forsendur sem ég gaf mér hérna þegar ég skilgreindi þessi prop types, nú ég bara að nota þetta öðruvísi og ég þarf bara að uppfæra í sambandi við það eða ég hugsanlega að
laumin einhverjum villum hérna út af því að ég er einhvers vegar að fara að leggja saman aldurinn á öllum notendunum mínum til þess að finna út meðalaldurinn og út af því að þetta verður ekki er strengur þá mun ég fá út nan-gildi sem myndi skilja sér sem villu í UI-inu. Þannig að þetta er í raun svona leið fyrir okkur til þess að passa upp á að þeir sem nota komponentur okkar noti á rétt.